sem sýnir hvernig á að gera key-kvaðratpróf í SPSS. Við ætlum að skoða gögn sem eru úr European Social Survey frá árinu 2005 og við ætlum að skoða hvort að tvær breytur, það sem að minnst önnur er nafnbreyta, eru háðar hvor annarri. Það er að segja hvort marktækt samband kemur fram í key-kvaðratprófinu. Og það sem við ætlum að skoða er hvort að samband sé milli áhuga einstaklinga á stjórnmálum og þess að vera meðlimur í stjórnmálaflokki. Frumbreytan hér er því áhuga á stjórnmálum, eða breytan How Interested in Politics, POLINTR heitir hún, og fylgibreytan er hvort einstaklingar eru meðlimir stjórnmálaflokks eða ekki, og heitir á ensku Member of Political Party, skrifað, breytu heitið er MMBPRTY. Og við kannski rétt að taka fram að þó við tölum frumbreytur og fylgibreytur þegar við gerum key-kvaðrat, þá skiptir ekki öllu máli fyrir niðurstöður útreiknings á key-kvaðratprófi hvora breytunum við skilgreinum sem frumbreyt og hvora breytunum sem skilgreinum sem fylgibreyt. Skiptir máli hvernig við hugsum gögnin og túlkum þau og allt það, en það skiptir ekki máli fyrir tölfræðilega niðurstöðu útreikningar. En það er mjög óvanlegt, yfirleitt skiptir það mjög miklu máli. Þannig að það er gott að venja sig á að hugsa alltaf skipt frumbreytur og fylgibreytur. En áður en við byrjum skulum við keyra tíðnitöflu fyrir breyturnar tvær til þess að fá skilning á þeim og athuga hvort það er ykkur gildi missing eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við förum í Analyze, Descriptive Statistics og Frequencies og þar byrjum við breyturnar POLINTR og síðan MMBP Party hérna og við ætlum að fá meðaltal, miðgildi, staðalfrávik, síðan nýtum við OK, við höfum aðalega áhuga á tíðnitöflunum og hérna sjáum við að fyrir breyturnar tvær, How Interested in Politics og þá er hérna spurningar, hversu mörg prósent þeirra sem afstöðu tóku segjast mjög áhugasöm með stjórnmál, það er spurning 1, síðan svarið við því hérna eru 15,9%. Very interested er með gildið 1 og það er 15,9%. Þá er spurt hvernig myndir þú lýsa stjórnmála áhuga svarenda og þar með Íslendinga á kosningaaldri og þá skrifa ég sværi á þá leið Íslendingar eru á heildina leiti frekar áhugasamir stjórnmál en tæplega helmingur Íslendinga á kosningaaldri segist að frekar mikinn áhuga stjórnmálum 16% segist að hafa mjög mikinn áhuga, rösklega fjórðungur segist að hafa lítinn áhuga og einungis innan við 9% segjast engan áhuga að hafa á stjórnmálum. Og þá er það næsta að breyta. Hvaða gildi tekur svarmöguleikin að vera meðlimur í stjórnmálaflokki og hérna tekur það gildið 1, yes. Og síðan er það spurningin hérna, hver er frumbreytan og hver er fylgibreytan og þetta vorum við að tala áðan. Og þá að því sem við erum aðalega komin til að gera, við sjáum hérna í öllu falli að missing values, hérna 8 og 9, þau eru skilgreind sem missing og það er akkurat það sem við viljum. Það gildir líka Member of Political Party, þá eru missing values hérna 8 og 9 skilgreind sem missing. Þannig að það virðist engin önnur vandamál við þessa breytu. Það er ekkert einhver óvart slegið 85 eða neitt svoleiðis. Þetta lítur allt mjög vel út. Þá förum við í Analyze og í Descriptive Statistics. Svo förum við í Crosstabs. Og hér þurfum við að velja frumbreytur og fylgibreytu. Fylgibreytan á að fara í raðir og fylgibreytan okkar hérna var áhugi á stjórnmálum eða POLINTR. Þannig hún fer í raðir. Og frumbreytan fer í dálka eða columns og hún heitir MMPRT. Svona, hún fer hérna í dálka og síðan þurfum við að segja tölvunni, SPSS við ætlum nú að reikna key-kvaðratpróf, þá ítum við hérna Statistics og merkjum síðan við chi-square hérna uppi. Það sem við viljum einnig fá mælitölur yfir styrksambandsins, þá veljum við hérna, phi og Kramers-Waph. Þetta sýnir okkur hversu sterkt sambandið er þarna á milli. Við tölum meira það eftir. Síðan smellum við á OK hér. En næst smellum við á hérna sem stendur Cells. Og þar hökum við að við viljum frá prósentur fyrir bæði raðir og dálka. Þetta gerir svolítið erfitt að lesa úr töflunni. Það er alltaf aðandi í prósentum, en ég ætla að fara yfir það með okkur hérna eftir. Síðan gerum við Continue og næst getum við smellt á OK.
Og þá erum við komið hérna með crosstöflu eða tvíbreytutöflu með niðurstöðum fyrir key-kvadraprófið og þá sjáum við hérna uppi stendur member of political party, yes eða no og hérna megin aftur á móti er how interested in politics, very interested, quite, hardly, not at all interested. Og þá er það kúnstin að skilja hvora prósentuna maður á að lesa. Og ef við byrjum á að skoða hérna, að þetta á að skoða þannig að hér til dæmis, af þeim, hérna þeir sem er já, er meðlimur í stjórnmálaflokki, þá eru 33,6% þeirra eru mjög áhugasamir um stjórnmál, 47% eru nokkuð áhugasamir, 17% lítið áhugasamir og 1,7% ekkert áhugasamir. Og alls er þetta 100%, þannig að við erum alltaf að skoða hérna neðri prósenturöðuna þegar við erum að skoða niður dálkinn. Sömuleiðis hérna þeir sem ekki eru meðlimir í stjórnmálaflokki, 11,5% eru mjög áhugasamir, 47 frekar, 30 lítið og 10% eru alls ekki áhugasamir. En hvað er þá með hina prósentunar? Jú, þá erum við að spá í hina breytuna, þá tölum við þetta svona. Af þeim sem eru mjög áhugasamir um stjórnmál eru 42,9% meðlimir í flokki, 57,1% eru ekki meðlimir í flokki og þetta er 100%. Sama hérna, ef við tjóum bara hérna fyrir allar niður, að af þeim sem ekki eru áhugasamir alls ekki eru áhugasamir um stjórnmál, þá er ekki nema 4% meðlimir í flokki en 96% eru ekki meðlimir í flokki. Ég hvet ykkur til að pæla mjög vel í þessu og vera með það alveg á hreinu hvernig á að lesa út úr crosstöflu. Og hérna sjáum við þá heildartöluna hérna niðri sína 20,4% eru meðlimir í flokki, 79,6% eru ekki meðlimir í flokki og sömuleiðis þá hérna 8,8% eru alls ekki áhugasamir, 28,1%, 47,1%, 16% mjög áhugasam. Þetta er eilítið frábrugðið, líklega því sem við sáum í tíðnitöflunni hérna ofan. Það sjáum við að 15,9% voru mjög interested, hérna er það 16% er pínulítill munur og munurinn liggur í því að einhverjir þátttakendur detta út, eða einhverjir þáttakendur sem svöruðu ekki báðum spurningum, þá detta þeir út hérna í crosstöflunni. Þannig við sjáum hérna erum við með heildina 569 gildi, við skoðum hérna neðst til hægri, en hérna uppi vorum við með heildina 579 gildi, þannig að það eru 10 einstaklingar sem duttu út og það breytir þá aðeins niðurstöðum, en yfirleitt verulega lítið. En þá að key-kvadraprófinu, þá skoðum við þessa töflu hér og það sem við erum áhuga á að skoða er efsta línan, Pearson's chi-square, það fær hérna gildi 42,72, frelsisgráðurnar eru 3 og þetta er rækilega marktækt af því að significance er langt miðað við 95% vissu en þess að significance er einhvers staðar minna en 0,000. Þannig að það er sannarlega minna en 0,05 og það er það sem við leitum að hér. Þannig að key-kvadraprófið er marktækt en þá er spurt en hversu sterkt er sambandið? Og þá förum við hérna í neðstu töfluna og skoðum þessar 2 mælitölur, þær eru alltaf samhljóða, mun alltaf gefa sömu niðurstöður, Phi og Kramers-Waph og þá sjáum við að gildi hérna, þá skoðum við þetta value hérna og sjáum að gildi hérna er 0,274 í báðum tilvikum og þetta þýðir og þetta er þumalfingursregla sem er bara svona venja í tölfræðin, hún byggir ekki á neinum hörðum útreikningum eða vísindum. Það er bara venjan að ef að sambandið er á bilinu 0 til 0,1 þá er það veikt, 0,1 til 0,3 þá er það miðlungi sterkt og 0,3 og hærra þá er það sterkt samband. Þannig við sjáum að sambandið hérna á milli er stráttiltekið miðlungi sterkt samband. Þannig að þegar heildin er litið þá eru breyturnar meðlimir í stjórnmálaflokki og áhugi á stjórnmálum háðar, það er að segja það er margt með 95% vissi eða marktækt samband á milli þess að vera meðlimir í stjórnmálaflokki og áhuga á stjórnmálum og þetta samband er miðlungi sterkt.